Þegar Anna Hildur Guðmundsdóttir ákvað að leita sér hjálpar við áfengissýki, alkohólisma fyrir 19 árum, þá grunaði nú ekki að það að hætta að drekka myndi minnka kvíða og taka hnútinn í maganum og alls kyns aðra vondatilfinningar. Vertu velkomin til mín. Takk hérlega fyrir. Takk fyrir að bjóða mér. Manstu eftir deginum sem þú hugsaðir, nei, ég get þetta ekki meir? Já. Ég man svo sannarlega eftir honum. Þetta var í nóvember 2002. Ég fer í meðferð, sem sagt 17. mars 2003, þá fer ég í meðferð hjá S.A.A. En þarna í nóvember þá sem sagt vaknaði ég upp eina nóttina og hugsaði, þetta á ekki að vera svona. Það getur ekki staðist að ég er 32 ára gömul að mér er eftir að líða illa alla ævi. Það bara getur ekki verið, sko. Og ég er svona svolítið listamanniska, svona gerir Excel-skjölsöld og gerir alltaf lista hvað er að fara að laga til og fara í búðina og svona. Er það? Ég er svolítið ferköntuð, sko. Já. Og þarna vaknaði ég bara og ég hugsaði, vá, þú veist, og svo reiknaði ég og ég ætti að lifa í 50 ári viðbót. Þú veist, þetta bara stenst ekki. Ég veist, maður er ekki settur á jörðina og maður er að líða illa. Nei. Það bara stenst ekki. Hvernig leið þér? Ég vaknaði alltaf með hnút í maganum. Þú veist, ég var alltaf með móral, ég var með sektarkennd og svo vissi ég ekki yfir hverju ég væri með sektarkennd. Og ég skildi heldur ekki af hverju ég var alltaf kvíðin og mér leiði svona illa og væri svona óánægð. En var áfengi eitthvað að þvælast fyrir þér þá? Sko, í raun fannst mér það ekki. Nei. Því mér fannst ég bara vera að drekka eins og allar vinkonum mínar, þú veist. Mér fannst bara gaman að fá mér rauðvín og hvítvín og ég drakk vín með mat og fékk mér bjór þegar ég var að elda, þú veist, og mér fannst ég vera bara svona social drinker, eins og maður segir, þú veist, og ég bjó á þessum tíma á Spáni og Spánverjar náttúrulega finnst áfengi eða rauðvín og svona léttvín skemmtilegt og ég var bara í þeim anda. En þetta hafði þetta skapað árekstra í mínu hjónabandi. Maðurinn minn fyrrverandi var óvirkur alkoholisti og hann hafði svona bent mér á nokkru sinnum að ég væri kannski ekki brjálæðislega góð með áfengi. Já. Og vinkonum mína líka höfðu svona í gegnum árin bent mér reglulega á það að ég þyrfti kannski að skoða minn gang. Ekki það að ég væri eitthvað aggressív eða leiðileg og fyllir í honum. En þú veist bara, ég var alltaf til að djamma, vera lengi úti, þú veist, ég var alltaf að leita á partíum, þú veist, og mér langaði ekki að fara heim, þú veist, og það þurfti alltaf einhverju að vera svona, býtu hver ætlar að vera með Önnuhild í kvöld, þú veist. Þannig að ég var alltaf til í allt, skilurðu. En svo bara þarna þessa nótt, þá vaknaði ég og ég bara, vá, Anna-Hildur, þú þarft að gera eitthvað í þessu. Og þarna bara small eitthvað og ég hugsaði, hugsanlega mögulega er það áfengið sem er að trufla mig. Hafðirðu þá skandaliserað eitthvað kvöldi áður? Nei, jú, guð mig góður. Litli frændi minn, hann var í heimsókn hjá mér og ég hafði sem sagt farið á trúná með honum og endað grenjandi og ég einmitt bara svona, nei, þú veist, þetta var svona, já, þú veist, ekki með litla frændi, ok, trúná með vinkonum mínum en ekki með litla frænda mínum, skilurðu. Þannig að það er svona, þú veist, og það var svolítið skrítið að segja fyrir þess hvað er það sem að gerist. Það bara eitthvað innra með mér, það bara svona, vá, þetta á ekki að vera svona. En var það ekki bara einfalt að setja tappan í flöskuna og bara hætta? Já. Ég hef náttúrulega reynt það svo rosalega oft. Já, þú hafði gert það. Já, þú veist, ég hef oft vaknað, þú veist, eftir á morgnana, þú veist, að bara heyrðin Anna-Hildur hingað ekki lengra, sko, þú veist, nú hættur þú veist, þetta er ekkert sniðugt, þú veist, það er ekkert gott hjá að vera svona, líða svona illa eða vera svona timbruð og, þú veist, ég átti það til að ég ældi svolítið fram eftir degi og var léleg í maganum og þetta bara gekk ekki, þú veist, mér fannst þetta svo smetla svo illa sama við það að svo vera með lítil börn á heimilinu, skilur. Þannig að hvað áttur 2 börn? Já, þarna átti ég 2 stelpur og þær voru 2 og 4 á þessum tíma, sko. Já. Og það sem ég hræddist svo var að því ég keypti mig kannski rauðvínsflösku og kannski 1 eða 2 bjóra. Ég var svo hrædd að ef ég ætti síðan ekki áfengi, að ég myndi fara út og fara í búðina og skilja þær kannski eftir heima. Já. Þannig ég var svo
hræddist líka í raun og veru það sem koma skal. Af því að ég á þessar stelpur bara er svo dýrmættar í mínum huga. Og þannig ég hræddist það. Já. Þannig ég tek af skarið daginn eftir og hef samband við S.A.V. Já. Frá Spáni? Já, frá Spáni. Já, það er hægt. Já, ég hringdi bara. Já. Ég skrifaði bréf, bara hvernig mér leið og hvað ég ætti að gera. Og þá fékk ég bréf tilbaka frá einu ráðgjafa og sem sagt spurði hvort ég vildi ekki bara koma heim í meðferð. Já. Hvaða hugsanir fóru þá í gegnum? Bara nei, ég er ekki að vera í meðferð. Nei. Þú veist, það er ekki að vera í meðferð. En samt, þú veist. Skammaðist þín? Er ekki rosalega algengt að fá einhverju svona... Ég meina, ég fyrir ekki að fara inn á þetta geðveikarhæli, þú veist. Já, þú veist það, ég vissi náttúrulega ekki S.A.V. Nei. Og ég hafði aldrei, ég þekkti engan sem hafði farið í meðferð. Maður hafði heyrt af einhverjum sem hafði farið í meðferð, en ég þekkti engan. Þannig ég er svona, nei, þú veist, fyrrverandi maðurinn minn, eða sem þáverandi maðurinn minn, hann hafði farið, en það var áður en að við kynntumst. Já. Þannig ég hugsaði bara, nei, þú veist, vá. En svo þegar vikan leið, þá var svona bara, jú, af hverju ekki, og ræddi þetta svo þetta við hann, og hann hvatti mig bara, sagði bara, já, frábært, ferði í meðferðana, heldur. Þurftum þetta púsla saman, ansi mörgu, þegar hann var sjómaður á þeim tíma, og þetta var náttúrulega heil meðferð, tekur 6 vikur, þannig ég sá fyrir mér, ég þurfti að fara alveg í 7 vikur í burtu að heiman, þannig ég þurfti að fá smá hjálp til þess að passa börnin, systir mín kom frá Noregi og passaði þau, svo kom hann í land líka og var heima. Þannig ég tók bara ákvörðun að fara í meðferð og þetta voru rosalega erfið skref. Það var rosalega erfitt að fara inn á Vog. Já. Segja þetta ekki einmitt mjög margir. Jú. Þangað fara. Já. Og fyrstu 2 dagana var ég alveg bara, þú veist, á ég heima hér, þú veist. Já. Á ég heima hér? Já, ég, þú veist, bara. Ekki svolítið þannig. En svo bara fór ég á fyrirlestur þróun sjúkdómsins. Já. Og ég bara var falin myndavél heima hjá mér, skilurðu. Og eftir það, þá bara svona tikkuðu atriðin inn, þú veist, bara, þú veist, ég var alltaf að fá meiri, staðfesting á því að þetta var minn vandi. Það að áfengi bara orsakaði svo margt í mínu lífi. Eða, þú veist, ég pluss áfengi eru bara ekki góð blanda. Nei, akkurat. Þannig að ég bara, já, mér hefur borið lukka til að vera edrú sem ég fór í meðferð og ég er bara rosalega sátt við það. Og það er ekkert gert bara svona? Nei, það er náttúrulega búið að rosa vinna. Já. Og En veistu, ef við förum aðeins tilbaka, veistu hvað það var sem þú varst að deyfa? Þú veist, af hverju? Nei, ég var í raun og veru ekki að deyfa neitt. Nei, þú varst það ekki? Nei, ég bara einhvern veginn, þú veist, ég byrjaði unga að drekka, bara eins og allir aðrir á Akureyri. Næstum. Veist, helst ekki segja frá því hver ung maður var, sko. Nei. Og svo var maður bara í þessu helgardjammi, þú veist, og svo kom bjórinn og þá fór maður þetta á 50 dögum, þú veist, og ég var alltaf unnið á svona skemmtistöðum og svona, þannig fyrir mér var ég bara svona, ég var alltaf að skemmta mér. Já. Ég var bara á djamminu, skilur við. Já, það átti að vera eilíft partí bara. Já. Og svo hélt ég að ég væri bara svona, þú veist, ég drakk bara eins og vinkonu mínar. Já. Ég var ekki að drekka eitthvað öðruvísi. Nei. Drakka aðeins meira kannski. Já. Og hraðar. Já. En eru fleiri í þinni nær umhverju eða fjölskyldu eða ofti tala um þetta sem fjölskyldu sjúkdóm? Já, ég er náttúrulega elst upp við þetta. Pabbi náttúrulega drakk. Já. Og mér er svo gaman að segja frá því að eftir að ég hætti að drekka, þá tók hann af skarið og hætti að drekka. Já. Hann sem sagt síðustu ævi árin hans, þá er hann edrú. Já. Og ég held að það hefði bara verið út af því að þarna var komin einhver fyrirmynd. Já. Vá, hvernig tilfinning var það? Bara ótrúlega góð tilfinning. Já. Fékk hann góð ár þessi? Já. Hann ferðaðist og bjó í útlöndum og heimsótti börnin sín. Við byggum náttúrulega, við erum 3 systurnar og við byggum sem sagt allar í sikkur landinu. Já. Og hann ferðaðist á milli okkar og naut þeirra. Já. Þannig að þú þekktir alveg það hvað alkohólismi getur, hvað áhrif hann hefur. Já, ég man alveg eftir því þegar hann var að koma heim helgar. Já. Og ég segi alltaf svona þessa gaman sögu þegar að pabbi labbaði upp Þórunnarstræti, þá var hann fullur. Já. En ef hann kom inn við túnið,
og þá var hann edrú. Já. Já. Börn læra náttúrulega strax öll þessi merki. Já, og svo bara þagnarbindindin þegar mamma var pirruð og allt þetta. Já, þetta mjög þekkt. Já, það allir sem alast upp í þetta, því þekkja þetta og stjórnunina og tala við pappa í gegnum mömmu og Akkurat. Þannig að... Já. En þú, segðu mér aðeins frá bara í hverju meðferðin fólkin, þegar maður fer inn á Vog, hvað gerist? Það eru fyrirlestrar, má ekki segja alveg frá þessu? Jú. Þú veist, ég fæ náttúrulega, það eru fyrirlestrar og þeir eru þróun sjúkdómsins og síðhvörf og afneitun. Það var líka svona afgerandi fyrirlestur fyrir mér var afneitunin, þú veist, alltaf að reyna að réttlæta af hverju ég drakk og hvers vegna og birtingamyndin. Og svo fær maður náttúrulega bara viðtöl við ráðgjafa, bæði við læknirinn og svo við ráðgjafana og ég kynntist líka stelpun í meðferðinni sem að sagði við mig, legðu öll spilið inn á borðið. Og ég svona, ok, bara sagði frá. Já. Og það skiptir svo miklu máli, tala hvernig manni líður og hvaða áhrif þetta hefur á mann. Af hverju skiptir það svo miklu máli? Þú veist, ég held bara þegar maður er að byrgja hluti svona inn í sig, þá verður engin vinnsla. Nei. Og því að síðan þá hef ég tamið mér þetta mikið að tala og ég á góðar vinkonur og ég á svona gönguvinkonur og hlaupavinkonu og alltaf þegar ég er eitthvað að berjast við sjálfa mig þá finnst mér bara rosalega gott að fara út að labba og spegla mig. Já. Og síðan fer ég líka, ef ég þarf á því að halda, fer ég bara til sálfræðings eða fer til fjölskyldufræðings, af því að ég á það til að rugla svo í hausnum á mér. Já. Í raun og veru svona hugsana villur. Hvernig eru það? Ég svona dreg úr mér, þú veist, ég fer langa leið að ákvörðunum, þú veist, og ég er alltaf með einhverjum svona hindranir, þú veist, en alltaf bara gagnvart sjálfri mér, þú veist, ekki gagnvart öðrum. Nei. Þú veist, einhvern veginn, þú veist, ég er einhvern veginn sjálfri mér verst. Það er mjög kunnulegt. Já, og svo er ég einhvern veginn, þó svo ég sé hætt að drekka, að þá kemur þetta alltaf öðru hvoru ef ég er ekki í jafnvægi. Já. Þannig að þau verkfæri sem ég fékk í meðferðinni, það er að passa svefnin minn, passa mataræðið mitt, passa svefnin minn og vera með einhverja hreyfingu og svo vera svo með þessa sjálfskoðun í hvers konar mynd sem hún er. Þessi 5 grunnatriði skipta svo miklu máli bara til þess að maður fungeri. Já. Og það hef ég bara fundið í gegnum árin af því að lífið svo heldur áfram að gerast en meðan ég er með hlutina í jafnvægi þarna að þá get ég tekist á við lífið. Og svo er þetta 12 sporakerfi, það er nú oft bara algjörlega það sem að breyti lífið. Já, og eins og mamma sagði alltaf að þetta eru svona bara samtök sem allir ætti að kynnast, þessi hugmyndafræði, þú veist, að taka ábyrgð á sínum eigin gjörðum, sem skiptir svo miklu máli. Það er grunnstefið í 12 sporunum, eða hvað? Já, ég myndi segja það, þú veist, að skoða manns eigin hegðun. Já. Ég meina, því get ég breytt. Já, en líka að þora að segja. Já, þetta er náttúrulega eitthvað sem maður lærir í meðferðinni, að tala. Af því að ráðgjafinn er að lokka fram hjá manni, þú veist, maður bara situr, nei, það er ekkert að mér, þú veist, en svo kemur það, af því að maður bara slaknar á manni, maður fyrir að treysta ráðgjafanum sínum og þá svona finnum maður léttirinn. Og svo líka þetta bara hitta aðra sem ég er í sömu sporum á maður sjálfu. Ég hélt alltaf að ég væri pallivariðn í heiminum og það væri bara enginn sem að leið eins og mér, bara enginn. Svo bara komst ég að því að það voru bara 65 manns í meðferð á sama tíma og ég sem að bara þekktu mína tilfinningar í hnotskurn, skilurðu. Ólík saga. En sömu tilfinningar. Já, og kannski ólík meðöl, eða þú veist, sumir að nota áfengi aðrir eitthvað annað, allavega. Hvaða af þessum 12 sporun, nú veit ég út búin að fara í gegnum þau öll, hvað var þér erfiðast? Ég raun og veru fyrirgefða sjálfur mér. Já. Ég var rosalega reið við sjálfa mig svo lengi, að hafa ekki, til mér bara fatta þetta fyrr. Já. Og bara svona reið við sjálfa mig að hafa leyftis og þróast svona einhvern veginn. Og bara svona, já. Hvernig leið þér svo þegar þú slepptir því þegar það fór og þú gast einhvern veginn fyrirgefið þér? Bara mjög vel. Var það ekki? Jú, léttir. Já. Og eins og segi, þess vegna hef ég alltaf reynt að temja mér. Ég reyna að núllstilla mig alveg árlega. Já. Þú veist, og ég
ég hreyfi mig mikið, ég labba mikið og útivera skiptir mig rosa miklu máli og bara göngutúrar í lok dagsins. En mér svo gott einhvern veginn að fara út og hreinsa hugan og bara svona Anna Eldur, þú ert hérna, þú býrð á Akureyri, staða þín þessi núna, þú veist. Já, tala við þig, tala þig til. Og ég tala mjög mikið við sjálfa mig, sko. Þú nefndi mömmu þína aðeins áðan. Hvernig fyrirmynd var hún? Ég veit hún farin. Mamma bara var alltaf til staðar fyrir okkur. Já. Hún bara ótrúlega góð kona og hlý. Stundum þegar maður var þegar ég bjó með manninu mínum fyrrverandi, þá hringdi ég og var að kvarta. Það var svo erfitt alls saman. Já. Og þá sagði mamma alltaf, já, Anna mín, var hann ekki svona þegar þú kynntist honum? Ég bara, jú, mamma. Hún hafði svo mikið skilning og einhvern veginn bara, það eiginlega hægt að lýsa, þú veist, samskiptunum við mömmu. Þú veist, þetta var bara mamma mín. Já. Mamma mín var til staðar fyrir mig. Já. Þú veist, hún var til staðar fyrir systkini mín. Og þetta bara einhvern veginn svona, já. Fyrir alla í kringu sig. Já. En talaður fyrirverandi manni sem segir mér það að þið hafið þá farið í sig fyrir áttina. Já, við skildum. Já. Og hvað gerðist þá? Þá bjó ég í Reykjavík og við náttúrulega vorum á Spáni og ég kem samt heim til Íslands til að fara í meðferðina á sínum tíma og hann einmitt segir það hefur verið besta fjárfesting. Nú, já, að því við þurftum að borga fyrir meðferðina að því ég var ekki sjúkratryggð á Íslandi, þannig að ég borgaði fyrir meðferðina mína. Já. Og ég var svo, ég fór svo að vinna hjá S.A.A. árið 2005. Já. Þá var ég nýkomin heim frá Spáni. Já. Og var ætlaði að vera heimavundi húsmóðir og þessum börnum mín. Já. En sá svo þessa auglýsingu og hann einmitt hvatti mig til þess að sækja hana. Hann bara, af hverju sækjur ekki? Og sem hvað þá, ráðgjafi? Sem ráðgjafanemi. Já. Og ég byrja að vinna hjá S.A.A. árið 2005 og vinn í 11 ár. Og lík ráðgjafanáminu og löggildur áfengis- og vímuefnaráðgjafi. Já. Og svo þegar við skiljum árið 2008, þá kem ég hingað norður aftur og tek við göngudeildinni hjá S.A.A. hér. Já. Og þá eru stelpuna mínar 7 og 9, já, mér minni það. Já. Og þá einmitt leitaði ég aftur til mömmu og pappa og bara spurði hvort að þau getur ekki verið til staðar fyrir mig að passa. Af því að ég vissi að ég myndi fara að vinna mikið. Já, já. Og ég bara búin að vera á Akureyri síðan. Já, já. Og hvernig hefur þetta verið hérna? Ég rosalega mikill Akureyringur, sko. Já. Mér finnst bara, já, og það svo gott þegar maður búin að vera svona í burtu. Ég bjó mikið í Noregi þegar ég var yngri og svo byggum við náttúrulega í 4,5 ára á Spáni og það einhvern veginn svo óbúslega gott að koma tilbaka og ala upp börn hérna. Já. Og ég rosalega þakklátt fyrir það að hafa komið norður með stelpurnar í þetta umhverfi, þú veist, af því að enn og aftur, þú veist, þetta einhver tilfinning sem maður getur ekki lýst einhvern veginn hvernig ræturnar eru og þetta hafa þetta verndaða umhverfi og hafa fólkið sitt, það skiptir svo miklu máli. En þú hefur aldrei fallið eins og það kallað? Nei, ég alveg búin að vera edrú í 19 ár. Og hverju þakkar? Vinnu. Já, sjálfsvinnunni. Rosalegri sjálfsvinnu. Já. Og bara alltaf, eins og segja, núllstilla mig. Já. Og svo ég er svo þakklátt fyrir þetta. Já. Ég er svo þakklátt að ég fekk þetta tækifæri. Já. Að því að, nú verið smá klökk, sorry. Já, ég skildi þetta bara ekki sjálfgefið. Nei, nei. Þú veist, það ekki sjálfgefið og þessi og ég ætla líka að verðlauna sjálfa mig og tala vel sjálfa mig. Það heldur ekki sjálfgefið að leggja út í þessa vinnu. Þú veist, þetta auðvitað búið að vera bara drullu erfitt. Já. Og það margt búið að gerast í lífinu mínu. Þegar lífið heldur nú áfram? Lífið heldur áfram. Þú veist að maður skildi og svo dó pabbi og svo dó mamma og allt þetta, þú veist, svo mikið einhvern veginn. Og þess að þegar að mamma deyr, ég misti barn, árið 95, fyrsta barnið mitt, ég misti það. Og þá rifjaðist það allt svo upp þegar mamma dó. Já. Það stóra sorgin líka. Já, en þá fékk ég enn og aftur þessa tilfinningu hvað ég var þakklátt fyrir það sem ég var búin að fá. Já. Af því að S.A.A. í raun og veru gaf mér tækifæri til að vera með í lífinu og taka þátt í lífinu því það ekki nóg bara að vera. Það að taka þátt, vera með. Og fyrir það ég bara svo þakklátt af því að
stundum maðurinn minn núverandi, þú veist, ég svona típisk íslensk fjölskylda, við erum í samansettir fjölskyldu, skilur en núverandi maðurinn minn virku líka og við eigum rosalega oft spjall þetta, þú veist, bara hvar væru við stödd ef við værum ennþá að drekka. Já. Og hvað svarið? Hvert svarið? Ég var ekki gift honum. Nei. Pottþétt. Já. Ég bara, veistu það, ég veit það ekki. Ég á svo erfitt með að sjá það. Veist, ég alveg hef reynt að gera það en ég veit allavega væri ég ekki hér með þér. Nei, örugglega ekki. Nei. Nema þá kannski að segja mér hver aðra sögu. En þetta einhvern veginn svo, ég bara, eins og þakklæti, þú veist, ég auðmjúk fyrir edrúmennskunni minni og fyrir lífinu mínu og mér finnst það skipta svo miklu máli. Það en þá þannig að þú tekur einn dag í einu? Já, það breytist aldrei. Nei, og ég vakna alltaf á morgnana að ég lærði það þegar ég var í meðferð á Vík. Já. Að horfa svolítið í spegilinn, ég ætla að góðan dag í dag. Já, segja það við. Já, og ég segi, og mér er svo rosalega gott á morgnana að fá tíma með sjálfur mér. Fá tíma, fara fram, hella upp á kaffi, þú veist, kveikja útvarpinu, fara að pissa og allir þessi daglegu hlutir. Og þetta mér svo mikilvægt bara að stilla mig inn í daginn minn. Horfa út gluggann, þú veist, snjór eða rigning snjór, hvernig veðrið í raun og veru og svo bara í dag ætla ég að góðan dag, þú veist. Hvernig, þú átt þessar 2 stelpur og hvað þær gamlar í dag? Heyrðu, eldri stelpa mín 24 ára og yngri 22 ára. Já. Hvernig nálgastu þær varðandi bara svona þessa umræðu, forvarnir og allt annað? Ertu þessi mamma eða? Nei, ég var það ekki. En auðvitað voru skilaboð frá upphafi, þú veist, þið eru ekki að fara að drekka. Já. Og hún alltaf náttúrulega, það alast upp í þessu umhverfi, þú veist, og ég náttúrulega alltaf í vinnunni líka. Já. Og það alast upp í það að það mikið talað þetta. Og ég sagði alltaf að ef það myndi snerta fíkniefni, þá ég nú ekki sátt, af því þá finnst mér nú eitthvað að hafa brugðist í uppeldinu. Já. Auðvitað smá grín í þessu, en samt auðvitað alvara líka. En ég hef svo sem aldrei verið með boð og bönn. Ég reyndi ég tókst nú ágætlega til, sko, önnur drekkur ekki. Eldri stelpa mín hefur aldrei smakkað áfengi. Og yngri stelpa mín, hún byrjaði milli 17 og 18 ára, en hætt í dag. Hefur ekki drukkið núna held í næstu því ár. Já. Þannig og ekki að því hún var lent í einhverju vandræðum, það bara hún fann að þetta var ekki að gera henni gott og tók ákvörðun að hætta. Þannig að það eitthvað hefur nú. Það var mamma stolt. Já, og þú veist, þá finn ég líka bara að þetta lífstíl. Já, þetta lífstíl. Þetta þú veist, þetta áfengislaust heimili. Þú veist, ef að vinkonur mínar að koma í mat eitthvað svona, þá bara geta að koma með sitt eigin vín sjálfar. Þú veist, ég kaup ekki vín. Nei. Þú veist, og ég með svona fullt af svona litlum prinsipum sem að ég svona bara, þú veist. En svo ákvaðstu að sækjast eftir því eða var leitað til þín að verða formaður SÁÁ? Já, sko, ég náttúrulega í framkvæmdastjórn SÁÁ og svo kom upp þessi krísa í byrjun árs og voru við formannslaus. Þannig ég bara lyfti upp hendi og sagði að ég væri til að taka þetta að mér, tímabundið. En núna að búin að gefa kost á mér að leiða samtökin, að vera formaður samtökana. Á næsta ári og það aðalfundur núna í júní. Þannig að ég bara brenn fyrir, ég bara brenn fyrir þetta. Þú veist, ég bara SÁÁ hefur gert svo ótrúlega mikið fyrir mig og bara, þú veist, það að fólk takja skarið, sæki sér aðstoð og vinni síðan vinnuna, þetta hefur svo, sko, margföld áhrif. Að þetta ekki enga sjúkdómur minn eða þeirra sem að glíma við þennan vanda. Þetta smitar svo mikið út frá sér. Þetta gárar alveg. Alveg, og bara fyrir vinina og fjölskylduna og vinnuveitendur og allt saman. Þetta eru allstaðar áhrif. Og ég bara brenn fyrir þetta málefni, þú veist. Ég náttúrulega vinn á velferðarsviðinu. Já, hér hjá Akureyrarbæ. Já, hjá Akureyrarbæ, ég áfengis og ég ráðgjafi þar. Já. Þannig ég bara brenn fyrir það að hjálpa fólki. Já, þannig að þú segir við fólk, ef þið langar að hætta að fá aðstoð þá má hafa samband við þig. Já. Og það náttúrulega líka göngudeild SÁÁ hérna á Akureyri. Já, við skulum ekki gleyma því. Nei, það rosa mikilvægt. Skiptir miklu máli. Já. Skiptir miklu máli. Hvernig aðeins að lokum með svona fordóma, því að þú hafðir sjálf fordóma fyrir því að leita þér hjálpar. Finnst þér það hafa minnkað
Hefur fræðslan haft einhver áhrif eða fólk statt á öðrum stað eða maður alltaf með fordóma fyrir sjálfum sér? Ég held að maður sé alltaf með fordóma fyrir sjálfum sér. Því þar maður vestur og stærstur einhvern veginn, þú veist. En við búum náttúrulega í þannig samfélagi og SÁÁ hefur náttúrulega svo sterka stöðu tengt þessu málefni. Já. Og það þykir ekkert lengur ertu að fara á Vog, þú veist. Nei. Já, frábært þetta að fara á Vog, geggjað, þú veist, bara gott hjá þér, skilurðu. Þannig að það hefur breyst svo mikið. Og ég held bara fólk dáist að fólki sem tekur á skarið og leita sér aðstofar. Ég held að sé þannig. Að því fyrir mér þetta líka, ég legg á mig sem fyrirmynd. Ég fyrirmynd fyrir aðra. Að því að, þú veist, ok, ef hún getur þetta, þá hlýt ég að geta þetta. Og það hef ég til mig reynt að temja mér í gegnum árin. Ég alltaf að finna mér svona konur út í samfélaginu. Já, vá, hún flott, vá, þessi flott. Af því það eru svo mikið af konum, flottum konum, sem hafa tekið að skarið og ég bara ein af þeim. Frábær lokaorð, Anna Hildur. Takk fyrir að koma og segja okkur frá sögunni þinni. Gangi allt í hæg. Takk kærlega fyrir og takk fyrir að bjóða mér.